Góðan daginn ágætu áhorfendur. Við erum komin til að segja sögur, svo í fyrra skiptið og ekkert endilega réttar sögur það. En ekki þess að sagt er. En þá er ég víst að gleðja þig með því að það er bara svo margt sagt, þannig að það er ekkert hægt að eltast neitt í það. En það er Jesú Kristur. Og hann er sannorður, því get ég lofað þér. Og margir eru nú sannorðir líka, en ekki allir. En þú ert að horfa á einn sem er það. Þú myndi aldrei heyra neitt nema sannleikan frá þessum manni, ég get ég lofað þér. En hann er nú vandur af virðingu sinni og gætir tungu sinnar. Ég veit ekki með þig, gætir þú tungu þinnar? Ég veit það ekki. Og ég raun og veru varað mig ekkert það. En ég ætla að gæta tungu minnar. Áfram eins og alltaf, en ég lofa þér því. Ég skal segja þér sannleika. Það skal ég gera. Að því leyti til gengi í fótspor drottins og vonandi að öllu leyti til líka. Því hann sagði mönnum sannleika. Erum við ekki sammála um það? Og erindið ekki drottins á að segja fólki sannleikan líka. En þessu varstu nú búin að gleyma, eða hvað? Þannig við sjáum að menn þurfa að heyra það sem er í gangi því að það gæti kólst yfir það. Öggið er ekki að sér. Sannleikur. Margir hafa velt fyrir sér hvað sé sannleikur. Pílatus sem talaði við Jesús eftir handtökuna í Getsemanni garðinum var líka með vangaveltur hvað væri sannleikur. Hann gekk. Hann spurði Krist hvað er sannleikur og gekk svo burtu. Þess að gekk burt frá sannleikanum vegna þess að hann leit ekki á orðin sem að þessi maður var að segja sem einhvern sérstakann sannleika og okkur. Hann trúði ekkert á hann. Hann vissi ekkert hann. Hafði bara heyrt orðaróm líklega hann og ekkert meira. Hafði hann einhverja skoðanir á honum. Ég efast það. Þannig að þessi maður sem stóð andspænis honum var bara eins og allir hinnir. Og líklegt er að Pílatus sem valdsmaður sem hann var hafi marg sinni staði andspænis fólki sem sagði honum ýmislegt. En það sem hann vissi ekki, en við vitum að Kristur er frelsari heimsins. Svo sem stóð andspænis honum kom í heiminn til að vera frelsari heimsins, frelsari til að mynda Pílatusar. Frelsari frá hverju? Frá því sem allir menn fæðast inn í. Það er verið að tala um það. Þó að þú sett fæddur í synd, ertu ekkert verri manneski en hver sem er. Og svo vext þú úr grasi og þá mun syndin leiða þig þangað eða hvers sem hún vill eða reyna. En að því að frelsarinn er kominn, hvað þá? Jú, það klingja bjöllur í eyrun á þér allt þitt líf. Hvað er sannleikur? Spurði Pílatus. Og sannleikurinn stóð á mótunum og talaði við hann. Samt spurði Pílatus hvað er sannleikur? Og við erum ofta að spyrja alls konar spurninga. Að við trúum ekki því sem við heyrum. Við festum ekki hendur á það sem verið er að segja.
að við höfum reynt allt annað svo oft og við spyrjum hvað af þessu er sannleikur. Þið sjáið að ef þið ætlið að komast að sannleikanum með rökhugsunin ykkar og okkar og ég líka, gleymdu því. Það þarf nefnilega að verða þessi aðskilnaður hjá fólki. Þannig við sjáum að máttleysi okkar í þessum efnum er algjört. En við eigum ekki máttlausan frelsara. Hann sannar og sýnir hver hann er og við segjum, Jesús er sannleikurinn. Og hvort sem við göngum lengi eða stutt með honum og við höldustum svona upprétt á trúargöngunni sem því miður ekki allir gera, þá munum við alltaf horfa á hann sem sannleikan. Þá munum við aldrei fara í fótspor Pílatusar sem spurði hvað er sannleikur. Jesús er sannleikur. Orð hans er sannleikur. Og þess vegna þurfum við að segja hvort öðru sannleikan. En sannleikurinn, hann átti undir högg að sækja á dögum Jesú. Pílatus, valdsmaðurinn, er birtingamyndin af því. Hann spurði, hvað er sannleikur? Og hve margir á tímum Jesú hafi ekki spurt sjálfan sig slíkra spurningu á aðra. Hvað af þessu sannleikur? Þessi maður segir þetta. En við erum að heyra allt annað og annað. Við erum að upplifa allt annað. Þegar Kristur talar sannleika, þá er hann í raun og veru að tala þennan aðskilnað. Þú þarft að koma þig burtu úr þessu synduga samfélagi. En þú kemur þér ekkert burtu. Kristur kemur þér inn í sína birtu og þá blasir við sannleikur. Og hvað er sannleikur? Sannleikur drottins. Ekki minn, ekki þinn, sannleikur drottins. Og þú og ég og við eftirleiðis munu draga hring utan á þennan sannleika og setja orðið Jesús inn í miðju hringsins. Hann er sannleikur. Og til að vita hann, þá lagði hann í kjöltu mína heila bók. Og hann gerði meira en það. Hann fyrir heilagan anda sinn kom sér fyrir í mér. Og þetta er lifandi partur í mér sem tignar og tilbyður Jesú Krist í raun og veru. Og hann segir, Kristur er sannleikurinn. Og meira, hann er þessi aðskilnaður sem að gerðist í þínu lífi og núna veistu að því hann sagði það skal vera sannleikurinn. Þannig að þú munt aldrei eftir þetta setja því í spor Pílatusar og spurja einn hvað er sannleikur. Ef að þú gerir það, þá segi ég það í Jesú nafni að þér hefur fatast flugið á trúargöngunni þinni. Við sjáum að trúin þarf að vera á þeim stað sem drottinn sett hana á til að byrja með. Og það er trúarvinnan mín. Ekki á jólum og páskum, við gerum það líka þá, heldur í dag. Við munum eftir Maríu. Hún elskaði að sitja við fætur lifandi Guðs. Henni hungraði í orðin hans. Hungrað þér í orð drottins.
Þú svarar því, fyrir þig, því að þetta snýst allt um þig. Vissirðu það? Þetta snýst allt um trúargöngu þína. Ég segi sama fyrir mig, trúargöngu mína. Drottinn dó fyrir mig. Og þú segir, Drottinn dó fyrir mig. Þá ertu komið með þessa áherslu á sjálfa þig og sjálfa. Og þú veist og ég veit að þetta er sannleikur málsins. Og það hefur orðið aðskilnaður. Ég er ekki lengur í heiminum. En ég er hins vegar af heiminum. Ég er komin þaðan. Ég tek afstöðu með lifandi Guði. Ég er ekki með vinstri löppina í heiminum og hægri löppina í Guðsríkinu. Nei, ég er með báðar fætur í Guðsríkinu. Heimurinn, ég hef ekkert þangað að gera. Bara ekki neitt. Þannig ég er ekki að dansa og dingla þar. Bara aldeilis ekki. Drottinn frelsaði mig frá heiminum. Hann segir, ég hef allt. Ég get sagt þér það, ég hef ekkert í heiminn að sækja. Skröllin og böllin, sem ég sæki þau. Dýrindis veislur og allt það. Sumir sækja í þetta og ég er ekkert að banna mönnum það. Ég gerir bara mína veislu heima. Ég reyndar mjög latur við það, ég geti það alveg, ég vildi, en ég ger það ekki lengur en gerði það átti það nú til. Ekki svo að skilja að menn við ekki fara út á borða eða vilja, en það er ekkert lífið. Það gera þetta allir. Það er sjálfsagt og alltilega að gera sér dagamun. En ef þetta er orðið að reglu, þá er þetta engin dagamunur. Þá er þetta bara eitt af því öllu því sem við erum að gera. Ekki? Það er, þú tískus, fyrir maður út í það, þá sólma, fara erlendis, í sólina og sumarið. Og ég hef nú gert þetta. Ég gerði þetta 1979, það er svo langt síðan. Það var árið sem ég hætti að drekka. Og maður sagði, núna þetta er að nýða maður. Meiri hugt þetta nýja sem drengmaður. Og ég fór. Og ég datt ekki í það. Hef sennilega átt mitt besta frí til þessa. Já, besta frí til þessa. Og þarna var yndislegt að vera með góðu fólki. Ekkert vín haft um hönd. Mikill og góður matur etinn. Og sólin svoleiðis mann lifandi að drepa. Orðið hamfara hlýnun var nú ekki þá. En það var allan tíma sem við vorum, þessar 3 vikur, yfir 40 stiga hita minn kæri vinur. Og þetta var 1979. Og daginn áður en við fórum heim eftir 3 vikur, þá var byrjað að kólna þess. Og eftir það þá datta niður hitinn svolítið hressilega held ég. En hann hélst í þessari tölu 4-0 í allan tíman. Og maður stundi undan hita. Og maður stundi undan svita. En manneskjan er undursamlega sköpuð vera og maður var farin að venjast þessum hita bara talsvert vel. En þú sér hvítan og fallegan mann og hörund. Eftir sína 3 vikur
í sólinni, kom hann svona heim. Jafn hvítur og fallegur og þú ert að horfa hérna á, veist það hverju? Hann nennti aldrei að líka í sólbaði. Sumir sem voru þarna með okkur, sögðu, já, þá byrjar vinnan. Ó, að sólbaði maður, vera brúnn. Og þeir píndu sig í sólinni. Svitnuðu og hitnuðu og stiknuðu og ég veit ekki hvað og hvað. Því að þeir vildu vera brúnir í sólinni. Og þeir urðu það. En þessi, þú sérð litin á honum, hann kom hann eftir 3 vikur. Það sá það enginn á honum. Hann hafði verið út á Spáni í 3 vikur. Í 40 stiga hita, allan tíman og yfir, og engi talaði hamfara hlýnun. Því að það orð var ekki enn komið inn í málfar heimsins né Íslendinga. En þetta alltalagast orðið í dag sem annað mál. En ferðin var góð. Og ferðin var mjög eftirminnileg. Og hún var skemmtileg. En Konni datt aldrei í það. Þannig að þar höfðu þeir ekki rétt fyrir sér sem spáðu því. Og frá þeim tíma hefur Konni aldrei dottið í það. Aldrei. Ég veit ekki hvort þú trúir því. Ég bara hef ekki hugmynd það hverju fólki trúir. Eða ekki. En ég veit hvað ég hef gert. Veist þú það? Hvað þú hefur gert, líklega. En getur þú talað það hvar sem er? Ég veit það ekki. En akkur ekki? Akkur ekki að tala sannleikan sig sjálfan? Mistök. Það ekki bannað að segja frá þeim. Góða gengið. Það ekki bannað að segja frá því. Bæði sannleikur þar að segja ef það gerðist. Hvernig líst þér á þetta? Hvernig þangin hvað þetta varðar? Maður verður nú að hlífa mönnum, rétt. Þú þarft skynsemi og visku til þess að greina hvað sé rétt að segja. Sumt má alveg fara. Sumt má alveg vera. Mat. Og trúin að hjálpa okkur við að meta það sem við þurfum að meta og meta það rétt, og sumt tölum við út vegna þess að þetta gert til þess að hringja bjöllum oft á tíðum. Þetta skeði, og við tölum það, og það hringir bjöllum. Ekki fyrir hann og hana sem þetta skeði hjá því að verkið gert. Það ekki verið að tala það. Það verið að tala þá sem koma á eftir. Því að það sem einn gerir má búast við að annar fái hugdett þó seinna sé, áratugum seinna. En svo heyrðan. Að því að einhver hringdi bjöllum. Og hann segir, nei, ég ætli að láta þetta nú bara ekki vera. Fyrst að þetta fór svona þarna, þá getur þetta nú alveg farið svona hjá mér og það vill ég ekki. Hvað erum við að tala Hygni sem kom að því að heyra sannleikan. Sannleikurinn sagna bestur og hefur alltaf verið. Hvað sannleikur? Lesum við í Nýja testamentinu. Og það sem að Kristur var að segja, ég man ekki alveg orðin og undan, og voru mögnuð, og kallinn
alveg bara ránkóldi í sér augunum. Svo spurði hann, hvað er sannleikur? Að hann bara, hvað átt hann að spyrja? Hann bara botnaði ekkert í hvað maður var að fara. Og stundum er það þannig hjá okkur líka. Við bara botnum ekkert í hvað fólk er að fara. En samt var það að segja sannleika. Og einhvern tíman kannski þá verður þetta bjallan sem klingir þegar þú ert að velta einhverju fyrir þér, svo ferði þér reynslu söguna. Þá manst þetta, já. Ég heyrði þessa bjöllurringingu fyrir margt löngu. Ég sleppi þessu bara ekki. Hygni í verki. Og þetta er það sem Kristur vill gefa okkur. Þess vegna erum við trúa fólk. Þess vegna skínum við að mörgu leyti eins og kyndlar í augum annara mann og kvenna. Að við eigum til þetta. Við höfum oft verið þessi bjalla og sum orð okkar hafa virkað síðar sem bjalla fyrir einhvern. Allt til þess að hjálpa við að setja mann og konu á þann stað þar sem að árveknin er aðeins meiri. Hvað er sannleikur? Og svo rístu upp á þeim stað að þú segir, segðu mér sannleika. Og þú náttúrulega fær alveg svoleiðis utanundir að sannleika honum að þú stynur og hafa vont, en svo brosur út á milli eyrna vegna þess að þetta var þú sannleikurinn. Og hann skal vera mér það veganesti sem að sannleikurinn á að vera. Besta mál. Þetta er það sem við gerum, elskuðu vini mínir. Og þetta er það sem að við þurfum að vera undir, vegna þess að þetta er það sem að Kristur vill að við gerum. Við erum fólk sannleikas. Og það veit ég og fullyrði, þú ert maður og kona sannleikans og Drottinn sér sjálfur að þú gangi fram í hygni og hygnin segir aldrei neitt sem er óviðeigandi, en hygni segir sannleika. Þannig að magnaða sannleika. Við getum verið með alls konar mat og öllu. Það er vegna þess að við erum inn í okkur oft á tíðum þetta ofur viðkvæma fólk. Og meira, sum af okkur erum meðvirt fólk. Og hún kemur fram í því að við viljum engan hryggja. Og ég held að það sé nú svona þetta almenna, við viljum engan hryggja. En sumir segja sannleika. Og sannleikurinn, hann getur hryggt, en hann mun alltaf standa við sitt. Og seinna, þá er hann orðin þessi bjalla. Sumt verður að segja. Pílatus, hvað er sannleikur? Kristur er sannleikur. María settist við fætur lifandi Guðs að hún elskaði sannleika. Hún vissi að það sem gekk af þessum vörum var sannleikur. Hún fann það í hjarta sínu að orðin þaðan þau gerði eitthvað fyrir sig í hjartanu. Henni líkaði vel það sem hún heyrði. Og trúin við hana sagði sannleikur. Hvað er sannleikur? Við erum ekki á þeim stað lengur.
við elskum að heyra blessaðan sannleika. Er það ekki annað svo? Ég hygg svo að vera. Þannig að trúin segir við mig, Konráð, stattu með sannleikanum. Ger ég það? Ég geri það hiklaust. Hefur reyndar alltaf gert það. Ég styð verk sannleikans. Það er mín leið til þess að byggja rétt upp það sem verið er að gera. Sumir byggja alls konar. Og sumir slást og berjast fyrir þessu alls konar alla sína ævi. Og hvað er sannleikurinn í þessu máli? Ég veit það ekki, alltaf. En þetta eru bjöllundar. Ding, 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 ding. Ekki fyrir þá sem að þetta skeiði hjá, heldur fyrir framtíðina. Ding, ding, ding. Þessi sagan heldur velli. Og verkin eru þessi ding, ding, ding. Fyrir aðra að fara ekki sömu leið. Því ef að það verður gert, þá eru 99% líkur að þetta endi á sama stað og hitt. Það er ekkert sem segir mér annað. Ding, 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 þarf að heyrast. Og það er þitt og það er mitt að segja sannleikan í málum. Eins og vorum að tala það er ekkert fyrir það sem að skeiði. Það er nefnilega til líka framtíð. Þetta er fyrir hana. Það er til kynslóðu sem eiga eftir að koma. Þetta eru fyrir þær. Þetta er fyrir þær. Þannig ber hver kynslóð til annarra kynslóðar, nýrra kynslóð, sína þekkingu og sitt ding, 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 bjölluhljóm. Aðvörun. Við þurfum að læra, mínir kæru vinir. Og ég veit að við erum skynsamt fólk sem vill læra. En við þurfum að læra. Og Kristur við blessaðan Pílatus talaði sjálfan sig sem sannleika, hann var sannleikur vegurinn lífið eitthvað svoleiðis. Ég man ekki alveg hvað það var allavega eitthvað á þessum nótum. Og blessaður kallinn, bara ránkóldi í sér augunum, fékk upp í háls og sagði, hvað er sannleikur? Og stundum fáum við upp í háls af alls konar. Við göngum frá. Viljum ekkert heyra neitt meira af þessu. Og þannig er það nú líka að við höfum rétt til þess að ganga frá, alveg svo Pílatus. Hann hafði sinn rétt á að ganga frá, en sannleikurinn skilaði sér ekki yfir til hans. Þannig orð drottins líklega, þó veit maður aldrei hvernig þau vinna, gerðu ekki það gagn í þessum einstaklingi sem að drottin ætlaðist til. Því að drottin talar alltaf í fullir alvöru við hvern sem og líka þig og mig. En sannleikan mun að segja okkur. Hann er sannleikurinn. Þetta er magnað orð, sannleikur. Og ég verð nú að viðurkenna það að ég hef alltaf elskað sannleikan. Hvað sem þú segir? Ég veit svo sem ekkert hvað þú segir
Mér er alveg sama um það, þú mátt segja bara það sem þú vilt. Ég veit, þú gerir það hvort þið er. Þannig að því er ekki til mig að segja eitt eða neitt. En ég ætla að tala sannleikan. Og ég ætla ekki að láta þér segja mér það hvað er sannleikur og hver langt á að ganga í sannleikanum. Ég mun meta það með mínum Herra. Ég veit að hann er hygginn og hann er góður. Láttu stjórnast af honum. Þá dettur margt af þér. Ísinn og þysinn og myndin sem þú dróst upp. Hún fellur af. Og hvað kemur fram þegar myndin sem þú dróst upp er fallið niður? Manneskjan þú. Og hver ertu? Segðu mér það. Hver er ég? Þú þarft að vita það. Og hver opinberar mig betur en ég? Hver opinberar þig betur en þú? Hver ertu? Þína innstu hugsanir, það ertu. Og hver eru þær? Láttu þar koma. Opinberaðu sjálfan þig. Og þú gerir það í þinni trú. Og trúin segir það sem er. Og þú segir, þetta er ég. Og þú segir alls konar. Þú upplifir alls konar. Lendir í alls konar. Og einhverjir kring segja, og margir kannski, hei, þú ert bara að lýsa minni sögu. Þetta er einstaklingur. Þetta er ég, þetta er þú. Það sem býr í innstu veru okkar, það erum við. Ef við þá opna allt upp á gátt, það er enginn að tala um það. Við töluðum um það áðan, við þurfum visku og hyggni inn í allt svona. Það væri ekki mjög viskulegt né hyggilegt að opna sig og bara hella öllu út sem þarna er í innstu veru okkar. En í smá skömmtum má það koma. Ef þú ert að geyma það í þinni innstu veru sem við gerum öll, hvað margt af því hefur komið þér í klípu þannig séð, stólið frá þér gleðinni, rænt frá þér sýninni og svo framvegis, innsta vera. Maðurinn er flókið fyrirbrigði. Og maðurinn er stórkostlegt verk lifandi Guðs. Það við séum öll sammála um. En hann vegur og metur. Kristur segir okkur að segja sannleika. Hann segir, takið mig sem fyrirmynd. Pílatus sagði orðin sín frægu, hvað er sannleikur? En Kristur var að segja honum sannleikan. Samt gekk hann frá sannleikanum með þá spurningu uppi, hvað er sannleikur? Við held ég skiljum föttum orð Pílatusar. Það er margt sagt. Það var líka margt sagt þá og sumt var ekki alveg sannleikanum samkvæmt og sumt bara hrein lygi. Það var ekkert breyst. En sannleikurinn ómar samt. Hann verður áfram þessi bjalla inn í samtíman og framtíðina. Sannleikurinn,
hann virkar ekki aftur fyrir sig. En sannleikurinn getur breytt nútímanum yfir í það að hann sér að sér og snýr við blaði. Og sannleikurinn vinnur með framtíðinni og hann getur farið að vinna í þeirri framtíð sem þá kemur. Menn heyra ræðu, menn heyra predikun, menn heyra kennslu inn í framtíðinni. Og það hefur alltaf verið þannig. Við í dag notum tækin okkar. Hér í eina tíð þá voru það bækur og bréf fyrir þessa sömu framtíð. Og aðvörunar orð í þessum bréfum skrifu kannski fyrir 100 ára, eða Guð má vita hvað, gætu virkað í dag. Veistu af hverju? Þau voru sögð. Og við sjáum í þessu sannleika. Sannleikur er sannleikur. Sannleikur er sannleikur á hvaða tíma sem er. Og betri meðmæli en þetta hefur ekkert nema orð Guðs. Og þú veist að það virkar á öllum tímum. Í dag og líka til framtíðar litið. Eins og alltaf hefur verið. Og við segjum sannleikan. Já, fyrir einhvern er þetta aðvörun. Hún getur líka verið aðvörun þegar að framtíðin er komin. Við kannski löngu farin. Svona virkar þetta. Kristur nefnilega er upprisinn. Hann sér þetta allt. Hann matar sitt fólk. Hann matar þig þegar þú gengur í Jesú nafni. Hann matar mig þegar ég gengi í Jesú nafni. Við viljum hjálpa fólki. Það er í eðli kristins manns að vilja hjálpa fólki. Og ég segi, ekkert betra meðal er til hjálpar annar en sannleikurinn. Hann vinnur alltaf sitt verk. Og alltaf hafa verið til upp menn og konur sem segja, hvað er sannleikur? Alltaf verið til þetta fólk sem segir, hvað er sannleikur? Allir vilja heyra sannleikan, en þó ekki. Þetta er svona haltu mér, sleftu mér dæmi þessi sannleikur í verki. En þessi grípa sannleikan sjá líka stoðina sem þau skutu undir líf sitt af honum. Sérðu hana? Sjálfsagt er svarið já og ég bið Guð það, jú, að það sé þá ekta já. En hvað veit ég? Ég er bara aumur maður eins og þú. Bara manneski eins og þú sem elska að sitja við fætur lifandi Guðs og heyra sannleikan af hans vörum. Og trúa hjarta mitt vill fylla sig af þessum sannleika hans og engu öðru. Þetta er slagsmál. Vegna þess að í mínu höfði, rétt eins og þínu, grautast alls konar. Safnast alls konar. Og þessi dagur verður engin undantekning frá því að alls konar kom ekki að og alls konar valdi ekki jafnvel truflunum. Þetta eru dagarnir. En inn í þessu gengur sannleikurinn. Og hann myndar sér hring. Og inn í þessum hring, má segja, er sannleikurinn. En hitt fyrir utan
hringinn er ekki kannski þessi sannleikur. En það hefur samt orðið aðskilnaður. Nú þú segir, ég ætla að vera og standa í sannleikanum. Og hvað mun það kosta þig? Ég get lofa þér því að það mun kosta þig margt gott. Ég veit ekki hvað þú segir við þessu. Ég veit að það mun kosta þig margt gott. Þannig að hvatningin er alltaf þessi, stöndum með sannleikanum, vinnum með sannleikanum og hættum að pukrast. Guð gefi að ég lendi aldrei þar. Það er einfaldlega vegna þess að ég vill það ekki sjálfur. Og ég lít svo á fyrir mig, ég get bara að tala fyrir mig, að það sé gott hlutskipti. Finnst þér það gott? Ég veit það ekki. En ég kann vel við sannleikann. Ef ekki segja þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.